Hæstvirtur utanríkisráðherra og kæru gestir, verið hjartanlega velkomin á ársfund Íslandsstofu fyrir árið 2018. Ég heiti Inga Birna og ég sit í stjórn Íslandsstofu og ég ætla að stýra fundi hérna í dag. Á þessum fundi munum við beina sjónum okkar að vörumerkinu Ísland, spennandi viðfangsefni og fáum við nokkra velvalda aðila til þess að fara yfir alla vinkla á virði vörumerkisins. Dagskrán hjá okkur í dag, eins og þið sjáu hérna uppi, verður þannig að formaður stjórnar Íslandsstofu, Sigsteinn Páll Grétarsson, mun ávarpa gesti og að því loknu mun hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þórðarson flytja ávarp. Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, stígur því næst í pontu og fer yfir helstu atriði í rekstri Íslandsstofu. Fyrsti frummælandi dagsins, Bergþóra Halldórsdóttir, lögfræðingur hjá Samtökum atvinnulífsins, mun síðan fara með okkur yfir landaheiti sem vörumerki. Að því undir loknu kemur Daði Guðjónsson, verkefnastjóri hjá Íslandsstofu hingað upp og talar viðhorf og vitund á mörkuðum. Aðalfyrirlesari þessa ársfundar Dr. Robert Govers, en Dr. Govers höfundur, ráðgjafi og fyrirlesari frá Antwerpen í Belgíu. Hann mun heiðra okkur með nærveru sinni og fara yfir virði þjóðarímyndar. Welcome, Dr. Govers. Við gerum ráð fyrir 1,5 klukkustund í ofangreinda dagskrá og verður boðið upp á veitingar hér fram í anddyri að henni lokinni. Við gerum ekki ráð fyrir spurningum úr sal, en ykkur frjálst að tala við frummælendur og aðra fram í kaffi og eftir. Þá okkur ekkert að vanbúnaði, ég vil bjóða formann stjórnar Íslandsstofu Sigsteinn Grétarsson velkomin í pontu. Utanríkisráðherra og góði gestir. Fyrir hönd stjórnar Íslandsstofu vil ég bjóða ykkur öll velkomin á þennan ársfund. Sérstaklega vil ég bjóða utanríkisráðherra Guðlaugur Þórðarson velkomin til fundarins. Þessar mundir eru 8 ár frá því að Alþingi samþykkti að sameina undir einn hatt þá starfsemi sem áður heyrði undir Útflutningsráð Íslands, Fjárfestingarstofu og markaðsstarf á vegum Ferðamálastofu. Til varð Íslandsstofa sem samstarfsvettvangur hins opinbera og fyrirtæki í landinu markaðs- og kynningamál á erlendum markaði. Í lögunum segir meðal annars að markmið laga þessara að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Þá segir einnig að Íslandsstofa skuli veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu. Laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi, styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis og laða erlenda fjárfestingu til Íslands, upplýsa erlenda fjárfesti kosti Íslands og vera stjórnvöldum til ráðuneytis fjárfestingamál. Með almennri markaðsaðstoð og samhæfðum skilaboðum ferðaþjónustu, íslensk matvæli, skapandi greinar, tækni, sjálfbæra orkunýtingu og fjárfestingakosti viljum við stuðla að því að þeir sem líta til okkar utan úr heimi álykti að Ísland sé góður staður að sækja heim og gott sé að eiga viðskipti við þá sem hér búa. Markaðs- og kynningarverkefnið Team Iceland sem við rekjum þessar mundir í samstarfi við stjórnvöld og tugi fyrirtækja úr öllum greinum atvinnulífsins byggir einmitt á þessari grunnhugsun. Þar nýtum við okkur þá miklu athygli sem afrek íslenska landsliðsins í knattspyrnu vekja allan heim. Góð reynsla komin á starfsemi Íslandsstofu og mörg verkefni hennar hafa skilað góðum árangri og hlotið lof bæði hér innanlands og erlendis. Sá skuggi hefur hins vegar lengi hvílt yfir starfseminni að stjórnsýsluleg staða hennar hefur verið umdeild.
Þar hafa tekist á sjónarmið hvort stofan skuli hafa einkaréttarlega stöðu á borð við forvera hennar, útflutningsráð og útflutningsmiðstöð iðnaðarins, eða hvort hún teljist til opinberra stofnana og heyri undir stjórnsýslulög. Nú hefur utanríkisráðherra lagt fram á Alþingi frumvarp breytingar á lögum Íslandsstofu sem sker úr þennan ágreining. Verður Íslandsstofa þannig sjálfseignarstofnun í eigu ríkisins og samtaka atvinnulífsins og gilda reglur einkaréttar starfsemina. Mikil bót af þessum breytingum sem mun styrkja til muna stöðu Íslandsstofu sem samstarfsvettvangs hins opinbera og fyrirtækja í landinu. Ég vil nota tækifæri hér á þessum ársfundi og þakka utanríkisráðherra sérstaklega fyrir vaska framgöngu hans í þessu máli. Góðir fundargestir, yfirskrift þessara fundar vörumerkið Ísland. Á undanförnum árum hefur skilningur vaxið á mikilvægi þess orðspors sem fer af Íslandi og Íslendingum og þeirri ímynd sem landið hefur. Ljóst að sem vörumerki Ísland orðið þekktara og sterkara á alþjóðamarkaði en áður var. Sem dæmi má nefna að ráðgjafafyrirtækið Future Brand gerði rannsókn sem metur viðhorf og hugrenningatengsl fólks frá 17 þjóðríkjum gagnvart 75 löndum í heiminum. Þar styrkleiki vörumerkisins Ísland í 15. sæti. Þegar aðeins miðað við önnur Evrópulönd Ísland það 9. efsta. Í rannsókninni reyndist Japan vera sterkasta vörumerkið, í öðru sæti var Sviss og því þriðja Þýskaland. Af þessum 75 löndum sem til skoðunar voru fékk Nígería hins vegar lægstu einkunn. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum viðbúið að íslensk fyrirtæki muni á komandi tímum í vaxandi mæli sjá hag sínum borgið með því að tengja markaðsstarf sitt við upprunalandið Ísland og jákvæða ímynd þess á okkar lykilmörkuðum. Ef vel tekst til gæti slík tenging aukið verðmæti íslenskrar vöru og þjónustu og þar með beint og óbeint hag allra landsmanna. Ég hafa síðustu 20 árum stundað útflutningsviðskipti, bæði hjá Marel og Arctic Green. Það mín reynsla að vörumerkið Ísland hefur aldrei verið sterkara á alþjóðamarkaði en í dag. Jafnvel á markaði eins og í Kína Ísland, eða Bingdao, eins og heimamenn segja, þekkt og með mjög jákvæða ímynd. Þó höfum við ekki farið í sérstaka markaðsherferð í Kína. Það brýnt að sem flestir Íslendingar, hvar sem í röð þeir standa, skilji mikilvægi þess góða orðspors og þeirrar ábyrgðar, sem við höfum öll í að viðhalda jákvæðri afstöðu erlenda aðila til Íslands og alls þess sem íslenskt Líklega hefur Nóbelsskáldið Halldór Laxness fyrstur manna fjallað þessa sameiginlegu ábyrgð þjóðarinnar á þeirri mynd sem umheimurinn fær af landi og þjóð. Því hann skrifar árið 1944 stutta ritgerð sem heitir Landkynning og birt í bók hans Sjálfsagðir hlutir. Þar segir skáldið: Hátterni okkar, eins og það birtist í daglegustu atriðum lífs og starfs landkynning okkar, en ekki skrum auglýsinga landið til dreifingar erlendis. Hér var skáldið sem oft áður langt á undan sinni samtíð, því það fyrst núna hins síðara ár sem fræðimenn hafa tekið til umfjöllunar hið flókna samspil margra þátta sem móta ímynd og orðspor þjóða. Eins og ég gat hér í upphafi markmiðið starfsemi Íslandsstofu meðal annars að efla ímynd og orðspor Íslands. Vegna þessa hefur stofan reglulega látið gera viðhorfs- og vitundakannanir meðal neytenda á erlendum mörkuðum gagnvart ímynd landsins. Það segja, við höfum kannað orðspor íslenskrar vara, þjónustu og lífsgæða. Leið höfum við kannað hvaða viðhorf okkar markhópur hefur á þeim vörum og þjónustu sem samkeppnislönd okkar hafa fram að færa. Hér á eftir mun Daði Guðjónsson, verkefnastjóri hjá Íslandsstofu,
koma og kynna nýtt mælaborð sem sýnir niðurstöður rannsóknar sem fyrirtæki Maskína gerði fyrir Íslandsstofu í febrúar 2018 á 6 markaðssvæðum: Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi, Danmörku, Kanada og Bandaríkjunum. Mælaborðið gefur okkur einmitt þessa innsýn inn í hvað okkar erlendum vinum finnst Ísland og önnur samanburðarlönd. Út frá rannsókninni getum við til dæmis séð hvort sé líklegra að 50 ára þjóðveri á veitingahúsi vilji panta sér fisk frá Íslandi, Spáni eða til dæmis Kína. En Daði mun svara þeirri spurningu hér á eftir. Ég vil að lokum nota þetta tækifæri og þakka starfsfólki Íslandsstofu fyrir vel unnin störf. Takk. Við þakkum Sigsteini fyrir áhugavert erindi. Góður. Ég vil því næst bjóða hæstvirtan utanríkisráðherra Guðlaug Þór Þórðarson velkomin í pontu. Góði gestir, ég nú byrja því að þakka formanni stjórnar fyrir hlý orð í minn garð. Það eitthvað annað að vera hér heldur en í þinginu. En mér langar samt svona bara í upphafi að færa ykkur öllum þakkir. Og þakkir fyrir að gæta hagsmunum Íslands á erlendri grund. Þakkir fyrir að leggja fram krafta ykkar til að auka hagsæld íslensku þjóðarinnar með sókn og erlendum mörkuðum. Og þakki fyrir þann metnað sem leggið í ykkar starf. Íslandsstofa hefur mikilvægt hlutverk að gegna og kannski hefur það hlutverk aldrei verið mikilvægara. Heimurinn að breytast hratt, miklu hraðar en flestir vita. Við lifum þá tíma að kínverska millistéttin orðin fjölmennari en allir íbúar Norður-Ameríku. Nýja siglingaleiðir kunna opnast fyrr en varir sem gjörbreyta munu vöruflutningum á heimsvísu og þjónustuverslun á sér engin landfræðileg takmörk lengur. Það eru mikil tækifæri til staðar, en þau ekki sjálfgefin. Þau verða keppt. Hvort við Íslendingar náum árangri í þeirri keppni undir okkur sjálfum komið. Okkur hefur gengið margt í haginn á síðustu árum. Við höfum gert margt vel, en að sumu leyti höfum við verið heppin. En við getum ekki treyst á heppnina. Við megum ekki leyfa okkur að treysta á heppnina. Við erum í kapphlaupi við aðrar þjóðir og þær eru með áætlun. Við þurfum að vera í stakk búin að keppa þau tækifæri sem í boði eru. Við vitum hvað þarf að gera. Við þurfum að auka hér útflutningsverðmæti 1 milljarð króna í hverri einustu viku til að halda þeim lífskjörum sem við viljum búa við næstu 20 árin. Lífskjör okkar næstu áratugi munu ráðast af því hvernig okkur tekst til á allra næstu árum. Það staðreynd og hún hvílir á okkar herðum. Það í þessu ljósi sem við þurfum að horfa á hlutverk Íslandsstofu. Við munum aldrei ná þessu markmiði með því að vinna hvert og eitt í sínu horni. Við spilum á erfiðum útivelli. Atvinnulífið og stjórnvöld þurfa að ganga til leiks sem eitt lið, Team Iceland. Íslandsstofa hinn sameiginlegi vettvangur og hún þarf að vera farvegur þeirra krafta sem við viljum sameina. Það ekki síst af þessum ástæðum sem ég nú lagt fram og mælt fyrir frumvarp á Alþingi breytingar á lögum Íslandsstofu. Breytingarnar á lögunum þær ná fram að ganga fela einkum í sér að skert verður á rekstrarfyrirkomulagi Íslandsstofu á þann veg að hún verði sjálfseignarstofnun. Breytingarnir fela einnig í sér að komið verður á þjónustusamningum sem kveða á skyldur Íslandsstofu og hlutverk gagnvart hinu opinbera. Útflutnings- og markaðsráð
með breiðri aðkomu hins opinbera og atvinnulífs fær samkvæmt frumvarpinu það hlutverk að marka langtímastefnu fyrir Ísland alþjóðlega viðskipta og markaðssókn. Á heildina litið gengur þetta út á að gera stuðningskerfi útflutnings enn öflugra, samstilltara og sveigjanlegra en hingað til. Þannig að þjóðnustan, ekki síst út af mörkuðum, verði fram úr skarandi og hún löguð að þörfum fyrirtækjana í þágu aukins útflutnings, markvissari markaðssetningar og aukina fjárfestinga á hverjum tíma. Það var þess vegna einstaklega ánægjuleg tilviljun að sama dag og ég mælti fyrir breytingum á lögum Íslandsstofu skyldu lífeyrissjóðirnir færa Íslensku ríkinu að gjöf vörumerkið Icelandic. Í afsalinu sem undirritað var í Safnahúsinu í fyrradag þeim vilja lýst að vörumerkin verði falin Íslandsstofu til umsjónar og að vörumerkið verði nýtt til framtíðar fyrir hágæða íslenskar afurðir í alþjóðlegu markaðsstarfi íslensku atvinnulífi til hagsbóta. Ætlunin að í samstarfi stjórnvalda og atvinnulífsins á vettvangi Íslandsstofu verði vörumerkið Icelandic og tengd vörumerki gæðastimpill á íslenskar útflutningsvörur og útflutningsþjónustu. Íslensk fyrirtæki munu þannig geta tengt sig við uppruna sinn og notið góðs að jákvæðri ímynd landsins. Góðir gestir, ég vil í lokin ítreka þær þakkir sem ég færði ykkur í upphafi tölu minnar hér í dag. En ég vil líka brýna ykkur til frekari afreka. Við getum gert enn betur. Næstu ár skipta sköpum það hvernig Íslandi muni farnast næstu áratugi. Sameiginlegt starf atvinnulífsins og stjórnvalda á vettvangi Íslandsstofu lykilþáttur í þessu verkefni. Og munum á útivelli erum við öll í sama liði. Var ég ekki örugglega búin að segja ykkur að við ætlum að fá okkur smá bita hérna á eftir klukkan 12:30, þannig að það engin matur núna en þið fáið ykkur kaffi og vatn. Við þökkum hæstvirtum utanríkisráðherra kærlega fyrir hvetjandi og áhugavert innlegg. Næstur í pontu Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu. Hann ætlar að fara yfir rekstur á Íslandsstofu á síðasta ári. Já, ráðherra og ágætu fundarmenn. Það segir svo í lögunum Íslandsstofu að aðalfund skuli halda fyrir 1. maí ár hvert og þar skal stjórnin gera grein fyrir stefnumótun Íslandsstofu, störfum sínum og fagráða og birta rekstraráætlanir og ársreikninga. Ég því mættur hér enn og ný í ræðustól til að fullnægja þessum formsatriðum lagana. Þá fyrst að gera grein fyrir því að stjórnin samþykkti ársreikning Íslandsstofu fyrir árið 2017 á fundi sínum mánudaginn 4. apríl síðastliðinn, en reikningurinn endurskoðaður af endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte sem annaðist verkið fyrir hönd ríkisendurskoðunar. Og það segir í áliti endurskoðandans orðrétt að það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2017, efnahag þess 31. desember 2017 og breytingum á handbæru fé á tímabilinu í samræmi við lög ársreikninga. Í þessum ársreikningi kemur fram að heildartekjur stofunnar hækkuðu milli áranna tæpar 114 milljónir króna og urðu alls 1.234 milljónir króna. Og hér reynir á tæknina því hér ætla ég að nota glæru og hvað á ég að gera með svona. Nei, mikið. Ársreikningurinn sem alveg bara blank. Þetta vega. Nei, það gerir tekinn.
Hér, og byrja, ekki fara langt. Í hérna áttina? Það vissi það. Sem sagt, eins og þið sjáu þessari glæru, þá eru rekstrartekjurnar þannig á síðasta árið að markaðsgjaldið gaf 686 milljónir króna. Á fjárlögum voru ýmsir liðir, einkum til ferðaþjónustunnar, upp á 233 milljónir, önnur framlög voru 104 milljónir og selþjónusta 211 milljónir, samtals 1234 milljónir króna. Gjaldamegin var dæmið þannig að markaðsstarfið í heild sinni tók 616 milljónir, launin voru 435 milljónir, sameiginlegur kostnaður 187 milljónir og afskriftir 1 milljón króna, alls 1239 milljónir og að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármagnsgjalda urðu tekjur umfram gjöld, það sem yfirleitt er kallað hagnaður, alls 1,5 milljón króna. En samkvæmt rekstraráætlun ársins hafði verið gert ráð fyrir hagnaðurinn yrði 2,3 milljónir. Þið sjáu þetta er alveg stærðfræðileg nákvæmni. Eigið fé okkar í árslok var rúmar 232 milljónir króna. Við gerum sérstakt uppgjör fyrir markaðsverkefnið Ísland allt árið, en á árinu 2017 var varið 248 milljónir króna til markaðsverkefna undir kjörorðinu Inspired by Iceland og það var aðeins minna heldur en árið áður. Stjórn Íslandsstofu samþykkti verkefna og fjárhagsáætlun fyrir þetta ár á fundi sínum 11. september síðastliðinn. Heildartekjur að meðtöldu verkefninu Ísland allt árið eru áætlaðir rúmlega 1,6 milljarðar og í þessari fjárhagsáætlun eru helst póstar markaðsgjald 752 milljónir, af fjárlögum ýmsir póstar 192, samningar við fyrirtæki og opinber aðila 540 milljónir, síðan selþjónustu og aðra tekjur 156 milljónir, samtals 1640 milljónir króna. Gjaldamegin eru stóru póstarnir laun 476 milljónir, almennur rekstur 161 miljón og markaðskostnaður í heild sinni 1 milljarður og 2 milljónir. Heildargjöldin eru því 1639 milljónir króna og tekjurnar umfram gjöld því áætlaðar rétt 1 miljón. Og þess skal getið hér að samkvæmt lögunum þá á Íslandsstofa að verja 14% af markaðsgjaldinu til að markaðssetja Ísland fyrir erlenda fjárfesta. Starfsmenn Íslandsstofu þessar mundir eru 37 og við skiptum starfsemin í 4 atvinnugreinasvið, meginsvið og 2 stoðsvið auk innri þjónustu. Þessi meginsvið eru ferðaþjónusta og skapandi greinar, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, iðnaður og þjónusta og erlendar fjárfestingar. Nú, til að gera okkar verkefnum einhver skil, getur ekki einhver rétt með hérna ársskýrsluna. Já, þá gefum við hér eins og undanfarin ár mjög ítarlega skýrslu verkefni ársins og þessi skýrsla heitir Dreifingar og hún gefur mjög góða innsýn inn í þau verkefni sem við erum að sinna. Fjölbreytt og öflugt starf í þágu gjaldeyrisskapandi greina og hérna líka að finna ársreikning stofunnar. Hér á blaðsíðu 37 mynd sem ég ætla að biðja að skoða og sá okkar sem veit að geta fundið út hvaðan þessi mynd er tekin. Hann fær verðlaun og verðlaunin er koss á kinnina frá mér. En til að leysa spennuna þá er þetta Ísafjörður úr lofti. Og efst hérna í miðjunni þá er mynd af húsi þar sem ég er fæddur. Það er þess vegna sem þessi mynd er í áskýrslunni. Nú, en ég ætla ekki að dvelja lengi við þessa áskýrslu, en eins og ég segi þá er hér talið upp ýmislegt sem við höfum verið að sinna á liðnu ári. Fjöldi sýninga á vinnustofa, fjöldi fyrirtæki í sameiginlegum markaðsverkefnum, ánægju þeirra fyrirtæki sem hafa tekið þátt í okkar viðburðum, fjöldi blaðagreina og fjöldi fjölmiðlamanna sem við höfum aðstoðað. Það er yfirleitt yfir fylgjendur á samfélagsmiðlum, heimsóknir á vefinn okkar og yfirleitt yfir þann fjölda sem hefur móttekið einhver markaðsskilaboð frá okkur. Það má lesa út af þessari skýrslu að við höfum kynnt íslenskar vörur og þjónustu í 23 þjóðlöndum, allt frá Singapúr til Svíþjóðar og frá Hong Kong til Hollands. Við höfum kynnt íslenskar vélar og tæki í Vladivostok, íslensk sjávarfang í Kína og íslenska ferðaþjónustu út víða veröld að ógleymdum kynningum á íslenska hestinum, Íslandi sem upptöku stað fyrir erlenda kvikmyndir og íslenskum fjárfestingarkostum.
Úr þessari skýrslu langar mig þó til að nefna tvennt. Í fyrsta lagi það útflutningsverðlaun forseta Íslands sem verða í ár veitt í 30. skiptið, en verðlaunin eru veitt í þeim tilgangi að vekja athygli á þjóðhagslegu mikilvægi gjaldeyrisöflunar og alþjóðlegra viðskipta og heiðra þá sem hafa náð sérstaklega góðum árangri í sölu og markaðssetningu á íslenskum vörum og þjónustu erlendis. Og það var fyrirtækið Skaginn 3X Stál sem hlaut þessi verðlaun fyrir árið 2017 og segir í niðurstöðum dómnefndarinnar að fyrirtæki fái verðlaunin fyrir að hafa náð afar athyglisverðum árangri í að þróa, framleiða og selja tækjabúnað fyrir matvælaiðnað, einkum fiskvinnsluna. Við sama tilefni fékk Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti sérstaka heiðursviðurkenningu, en viðurkenningin veitt einstaklingi sem þykir hafa með starfi sínu borið hróður Íslands víða heim og þannig stuðlað að jákvæðu umtali land okkar og þjóð. En meðal fyrri verðlaunahafa má nefna Helga Tómasson, listrænan stjórnanda, San Francisco Ballettsins, Arnald Indriðarsson, rithöfund, Kristinn Sigmundsson, óperusöngvara Björk, Magnús Scheving og ljósmyndarann Rax. Í öðru lagi þá Íslandsstofa aðili að nýsköpunarverðlaunum Íslands, en verðlaunin eru veitt fyrirtæki sem þykir hafa skarað fram úr í þróun nýrrar vöru og þjónustu sem byggðir á rannsóknarstarfi og vísindanlegri og tæknilegri þekkingu og náð hefur samfærandi árangri í markaðs- og sölustarfi. Og það var fyrirtækið Skaginn 3X sem einnig hlaut þau verðlaun. En ágætu fundarmenn, eins og hér hefur komið fram, þá Ísland heilmikið í tísku þessar mundir og við finnum að það auðveldara að tala fyrir íslenskum hagsmunum erlendis en oft áður. Áhugi og þekking erlendra aðila, fjölmiðla, fyrirtækja og alls almennings á Íslandi og íslenskum málefnum hefur aukist til mikilla muna á fáum árum. Ég hitti sem dæmi fullorðin dönsk hjón suður á Svíkiley í fyrrasumar og kallinn hafði talsvert álit á Íslendingum og sagði "Ég sæju". Mér fannst þetta vita á gott, því ekki betra að vera metin fyrir segluna og baráttuandan heldur en allt ruglið og oflandungsháttin í kringum útrásina. En vandi fylgir vegsamt hverri. Við skynjum að Ísland orðið sterkt vörumerki. Ef það nýtast okkur vel þá þarf að umgangast það af virðingu og umhyggju og skýrri sýn á hvert inntak vörumerkisins Sú sýn þarf að mótast og verða til í samtali fjölmargra aðila víða að úr samfélaginu. Við, starfsmenn Íslandsstofu, viljum leggja hér okkar lóð á vogarskáluna, en það segir í lögunum Íslandsstofu eins og áður hefur komið fram að við eigum að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnanna og stjórnvalda stefnu og aðgerðir til að mynda og efla ímynd og orðspor Íslands. Við erum og höfum verið og verðum áfram reiðubúin að vinna að mótun þessara stefnu og móta þær aðgerðir í breiðu samstarfi við hagsmunaaðila. Og vörumerkið Ísland, Icelandic segi ég, mun verða hornsteinninn í því starfi. Nú að svo mæltu þá ætla ég að þakka mínum starfsmönnum og stjórn Íslandsstofu og öllum fararfulltrúunum fyrir ánægilegt samstarf á liðnu ári og ég lýk hér með mínu máli. Takk fyrir mig. Það fyrir ekki. Nei, ég búin að taka hérna þína telpanda? Ég veit það ekki. Þú bara að kalla það? Já, já. Við þakkum Jóni Ásbergsinni kærlega fyrir þetta yfirlit yfir rekstur og starfsemi Íslandsstofu fyrir árið 2017. Næst í pontu fyrsti frummælandi dagsins. Fyrsta konan og eina á mælendaskrá. Lögfræðingur hjá Samtökum atvinnulífsins. Hún ætlar að leiða okkur í allan sannleikann landaheiti sem vörumerki. Bergþóra hefur starfað hjá Samtökum atvinnulífsins í tæp 5 ár. Hún með meistaragráðu í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík og starfaði áður sem saksóknarfulltrúi á sviði skattamála hjá embætti sérstaks saksóknara og sem sérfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu. Bergþóra, þú bætir bara við og vilt segja ykkur eitthvað meira frá þér. Að loknu erindi Bergþóru kemur í pontu Daði Guðjónsson, starfsmaður verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu og hann ætlar að fræða okkur mælaborðið sem Sigsteinn talaði áðan, viðhorf og vitund á mörkuðum. Gjörðu svo vel, Bergþóra.
þína. Já. Mér langar að byrja á að lýsa yfir ánægju minni með að Íslandsstofa hafi valið sér þetta umfjöllunarefni fyrir ársfundinn sinn. Við höfum nú þegar heyrt talað hversu jákvæðan meðbyr við finnum fyrir á alþjóðavettvangi þessar mundir og hann birtist ekki síst í því að æ fleiri aðilar víða heim gera tilraunir til að skrá vörumerkið okkar sem vörumerkin sín. Það vita það kannski ekki allir, ég vissi það allavega ekki fyrir en að ég hóf störf í þessum málaflokki, en utanríkisráðuneytið stendur fyrir umfangsmikilli alþjóðlegri vöktun á því hvaða aðilar reyni að skrá Ísland á hinum ýmsu tungumálum sem vörumerki sín annars staðar í heiminum og hefur fjöldi þessara mála vaxið veldisvexti á síðustu misserum. Frægasta tilvik slíkrar skráningar er án efa svo sem deilt í hinu svokallaða Æslandmáli sem ég hef unnið að undanfarin ár fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins í góðu samstarfi við starfsfólk Íslandsstofu og fulltrúa utanríkisráðuneytisins og ég mun víkja nánar að þeim málavöxtum hér síðar en fyrst ætlum við að horfa aðeins öxl. Alþjóðlegur vörumerkjaréttur á rætur sínir að rekja til Parísarsamningsins hugverkaréttindi frá árinu 1883 og það þarf ekki að fara mörgum orðum það að landslag alþjóðlegra viðskipta hefur breyst talsvert frá þeim tíma. Til að setja þetta ártal í samhengi þá þetta 3 árum áður en Coca-Cola var fundið upp og þetta ekki nema 7 árum eftir að Alexander Graham Bell sótti einkaleyfi fyrir fyrsta símtækið. Það er síðan talið að það hefur tekið 75 ár áður en símtækið gat tengt saman 50 milljónir manna. Sjónvarpið náði sambærilegum árangri á 13 árum og það liður rétt 3,5 ár áður en að Facebook gat tengt saman 50 miljón manna og þótti mikið afrek. Alveg þangað til að leikurinn Angry Birds kom á markað en hann náði sama árangri á 35 dögum. Og síðan þessi mynd var gerð þá bætti Pokémon Go betur og það tók 18 daga fyrir 50 milljónir manna að hlaða þeim leik niður og byrja að spila. Það er því full ástæða að hafa í huga hversu umfangsmiklar breytingar hafa átt sér stað á þessum árum með hnattvæðingu, stórauknu umfangi milliríkjaviðskipta, internetinu, farsímum, tíðari ferðalögum og svo mætti lengi telja. Við skulum minnast þess þegar við reynum að koma okkur í skilningum það af hverju reglur Parísarsáttmálans sem veita bæði ríkistáknum og þjóðfánum ákveði gríðhelgi skuli ekki innihalda sambærilegt vernd fyrir landaheiti. Ég hef stundum velt því fyrir mér hvort landaheiti hafi einfaldlega haft aðra og lægri stöðu en þessi sérstöku ríkistákn á þessum tíma þegar menn riðu jafnvel til bardaga við blaktandi fána en þó ég hafi sérstakt dálæti á hinu íslenska skjaldarmerki þá sæi mér mig ekki alveg rétta fram vegabréfið án frekar orðskýringa, frekar heldur en að svara einfaldlega spurningunni hvaðan ertu með orðinu Ísland eða Æsland eða Ísland eða ég ætla ekki að reyna feta í fótspor Sigsteins og þetta í kínverskuna en þetta einhvern veginn þessi kjarni í þessum uppruna sem við kennum okkur við. Hvaðan komum við? Það er því ekki að undra að fólki hafi brugðið í brún þegar fréttir bárust af því haustið 2016 að íslensk stjórnvöld undir forystu utanríkisráðuneytisins og í samstarfi við Íslandsstofu og Samtök atvinnulífsins væru að leggja kröfu fyrir evrópskum skráningaryfirvöldum þar sem farið væri fram á ógildingu á skráningu bresku matvörukeðjunarinnar Iceland Foods á orðmerkinu Æsland. Að Íslendingar þyrftu að stofna til málaferla á alþjóðlegum vettvangi til að reyna að vinda ofan af því að bresk verslunarkeðja hefði eignast tilkall til ensk heiti landsins okkar og það veitti fyrirsvarsmönnum hennar möguleika á að takmarka rétt íslenskra aðila til að kenna sig við uppruna sinn. Fréttir af málinu vöktu athygli víða heim og eins og starfsfólk Íslandsstofu þekki vel sem og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og samstarfsmönnum mínir í húsi atvinnulífsins
þá dundu yfir okkur stanslausar beiðnir viðtöl frá alþjóðlegum fjölmiðlum. Ég mun seint gleyma því þegar við áttuðum okkur á því að við vorum í samtali við 3 mismunandi einstaklingar frá sömu bresku útvarpsstöðinni sem hafði ekki svo mikið sem haft fyrir því að ræða saman hver þeirra ætlaði að fjalla fréttina áður en þeir rifu upp símtólið og hringdu á milli landa í því skyni að reyna að ná sambandi við íslenska aðila og fá að vita hvernig stæði á málinu. Æslandmálið á sér þó talsvert lengri aðdraganda en þetta 1,5 ár sem liðið síðan það fangaði sviðsljós heimspressunnar. En íslensk stjórnvöld hafa átt í samstarfi við íslenskt atvinnulíf að andmæla skráningar yfirvöldum allt frá því að fyrirtækið hóf fyrst að skrá orðmerkið Æsland árið 2002. Nokkrum árum áður höfðu lagt inn skráningu á stílferðu heiti verslunarinnar, svokölluðu lógói sem það sem við flest tengjum við þegar við heyrum orðum vörumerki. Vörumerki geta hins vegar verið margs konar. Þau geta verið tákn, þau geta verið umbúðir utan vöru, kókflaskan margfæga ein og sér skráð vörumerki, þau geta verið slagorð, þau geta verið ilmur eða jafnvel hljóðmerki. Til dæmis hljóðið sem við heyrum þegar við ræsum tölvurnar okkar, stýrikerfin, það skráð vörumerki og ljónaöskrið sem heyrist í upphafi mynda frá MGM-stúdíónu, það líka skráð vörumerki og ég ætla ekki heldur að reyna að leika það eftir. Vörumerki geta líka verið stakt orð eða heiti, jafnvel heiti á einhverju öðru. Ef við leyfum okkur ákveðna einföldun, þá það þannig að vörumerki sem innihalda staðarheiti, þau þykja jú hæf til skráningar, eins og við höfum nú lært. Óháð uppruna þess aðila sem skráir þær, eða uppruna þeirra vöru og þjónustu sem tilsendur að selja undir vörumerkinu. Eins lengi og umræddur staður sé ekki þekktur fyrir umrædda vörutegund. Það myndi sem sagt vera tilgangslaust að reyna að nýta heiti franska smábæjarins Dijon sem skráð vörumerki fyrir einhvers konar sósu eða viðbit, enda sinnep þaðan víðfrægt og reyndar varið líka af reglum sem verja tegundarheiti sem vísa til landfræðilegs uppruna. En það væri hugsanlega mögulegt að fá heitið Dijon skráð fyrir eitthvað allt annað. Tölvur, eins og Apple gerði með eplið. Bandaríska stórfyrirtækinu Procter & Gamble tókst hins vegar að fá orðið Jamaica skráð fyrir sáputegund, en Króati sem reyndi að fá heiti hinna margrómu karabísku eyju skráð fyrir drykkjarvörur, hann átti ekki erindi sem erfiði, enda hún fræg fyrir framleiðslu og úrvalsrommi. Það hins vegar til fjölmörg dæmi skráningar sem vísa til staðarheita þar sem ekki fyrir slíkri frægð að fara og við Íslendingar þekkjum líka að leikið sé með tvíræðni í þessum efnum, tilviki Æsland í Bretlandi, en einhverjir hér hafa hugsanlega látið skoða bílinn sinn hjá Tékklandi eða versla gróðurvörur í Grænlandi, árstíðardeild Bíkó. Það sem gerir skráningu á orðmerkjum sem innihalda staðarheiti varhugaverða að sú orðmerkiskráning getur takmarka skráningu og notkun annarra, jafnvel fyrirtækja sem eiga réttmætt tilkall eða telja sig eiga réttmætt tilkall til að kenna sig við uppruna sinn. Nú þegar nokkur dæmi til staðar að slíkar skráningar íslenska fyrirtækja á vörumerkjum sem innihéldu orðið Æsland hafi verið hafnað af skráningaryfirvöldum í Evrópu vegna andmæla Iceland Foods. Það eru ekki vörumerkin sem eru hér á glæðránum, þetta eru vörumerki sem við öll þekkjum og eru dæmi hvernig nýta meginlandaheiti, en önnur vörumerki, Iceland Gold, Clean Iceland og Inspired by Iceland í eigu Íslandsstofu, að þau hlutu andmæli að hálfu Iceland Foods og stendur áfrýjunarferli vegna Inspired by Iceland en yfir, minnst okkar seinast þegar ég heyrði. Sú stað þykir okkur vart ásættanlegt og því ekki skrítið að Íslendingum hafi brugðið þegar útspurðist að Iceland Foods hefði fengið slíka skráningu samþykkta og það í fjölda vöruflokka. En það gerðu þeir svo sannarlega. Fyrst var hún formulega samþykkt í Bretlandi árið 2012 og síðar í Evrópu árið 2014 og það þrátt fyrir andmæli Íslendinga. Þó að vörumerkjaréttur gerir ráð fyrir því að orð sem lýsa uppruna eigi að vera laust til notkunar fyrir alla, það hafa reglur víða þróast þannig að það sem ræður í raun og veru úrslitum þessi hugsun hvort að staðarheiti sé þekkt í huga neytanda fyrir þær vörur eða þá þjónustu sem sóttur skráningu fyrir. Eða ef, og þetta verið sérstöku uppáhaldi hjá mér, að líklega þykja að svo muni verða.
Mér hefur lengi langað að fá upplýsingar hvaða sérstöku færni rannsakendur í vörumerkjarétti eru þjálfaðir í til að geta spáð fyrir og útilokað hvaða útflutningsgreinar mismunandi ríki muni taka sér fyrir hendur og telja að störf okkar margra, bæði hjá Íslandsstofu og í viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins, yrðu talsvert einfaldari ef slík færni væri útbreiddari. En í mínum huga þetta dæmi reglu sem á einfaldlega ekki við í nútímasamfélagi, þar sem við erum öll farin að gera okkur grein fyrir því að við gerum okkur líklegast enga grein fyrir því hvað börnin okkar muni starfa við, eða flest öll þeirra. Það útskýrir þetta að einhverju leyti líka að umrædd fordæmi voru fyrst sett í málum vegna vörumerkja sem vísuðu til tiltekinna staðarheita, svo sem fjalla og stöðuvatna, þekkjum verslunina Geysi, en ekki til eiginlegra landaheita. En engu að síður hefur fordæmið þróast með þeim hætti víða að sömu viðmiðum hefur verið beitt þær skráningar og skýrir það einhverju leyti þá stöðu sem við búum nú við. Í hinum breska úrskurði sem féll árið 2012 var þannig lagt til grundvallar að Ísland væri lítið land sem væri ekki sérstaklega þekkt fyrir neitt nema fiskútflutning, aðallega þorsk, eldfjöll og vafasama fjármálastarfsemi. Þetta stendur í úrskurðinum. Þeim fannst sérstök ástæða til að taka fram að þó að landið væri reyndar ekki algjörlega ómarktækt og óþekkt á alþjóðavettvangi, þá væri ekki tilefni til að ætla að heiti landsins yrði almennt álitið vera landfræðileg, lýsing á landfræðilegum uppruna vöru eða þjónustu. Það spilaði kannski inn í að verslunarkeðjan Iceland Food naut góðs af því að hafa unnið sér inn talsvert sérkenni með notkun í Bretlandi. En verslanir höfðu verið reknar undir heitinu allt frá árinu 1970 þegar nafnið var valið sem heiti á eina litla verslun í breskum smábæ sem ætlaði sér að leggja sérstaklega áherslu á lausfryst matvæli. Ég vil leyfa mér að trúa, ég bara þannig gerð, að eigendur verslunarinnar hefði valið sér annað heiti ef þau hefði gert sér grein fyrir því að þessi litla verslun myndi seinna verða alþjóðlegri viðskiptakeðju verslana og aðili að alþjóðlegri vörumerkjadeilu. Þetta eitt margra efa í málinu sem best að forðast, vilji maður halda gleðinni við það að starfa við það svo árum skipti, líkt og spurningin hvort að niðurstaðan hefði orðið önnur ef skráningarnar hefði verið lagðar inn aðeins síðar eftir að hróður Ísland hefði aukist til muna eða jafnvel aðeins fyrr. Eða ef Parísarsáttmálinn hefði verið saminn rúmum 100 árum síðar á tímum hnattvæðingar þar sem eðlilegt þykir að fljúga heimshorna á milli á nokkrum klukkustundum eða panta vörur með hraðsendingu frá fyrirtækjum hinum megin á hnettinum og fá þær sendar heim að dyrum og örfáum sólarhringum. Á tímum þar sem það getur skipt tugum ef ekki 100% hvað við erum tilbúin til að greiða fyrir vöru eftir því hvar og af hverjum hún framleidd. Ég vona allavega að ég sé ekki svo eina hér inni sem sé svo yfirborðskennd að ég sé almennt tilbúin til að greiða aðeins hærri verð fyrir frönsk vín, svissnesk úr, ítalska leðurskó og ýmislegt annað en eflaust sambærilega vörur frá öðrum heimsmöldum. Ég treysti hinu bara aðeins betur. Í ljósi þeirrar athygli sem málið fékk ætti því varla að koma á óvart að Íslendingar eru ekki einir að finnast bæði einkennilegt og óásættanlegt að erlendur aðili geti takmarkað með hvaða hætti íslensk fyrirtæki geti vísað til uppruna sín. Enda hefur verðmætið sem felst í íslenskum uppruna margfaldast og fáir myndu fallast í dag á orðins bresta dómara, og ég var reyndar ekki tilbúin til að gera það þá heldur, að Ísland sé einungis sterk fyrir sjávarfang, óstýrilátt eldfjöll og óstýrilátt fjármálakerfi. Það hefur hins vegar því miður gengið treglega að fá það samþykkt að landaheitum verði bætt við þau ríkisauðkenni sem varin eru samkvæmt Parísarsáttmálanum, en árangurslaus tilraun var gerð til að uppfæra ákvæðið í þá veru á 8. áratugnum. Undanfarið 9 ár hefur málefni landaheita verið reglulega til umfjöllunar á vettvangi Alþjóðahugverkaréttindastofnunarinnar í fyrstu fyrir tilstuðlan ríkjanna Jamaica og Barbados, en síðustu misseri hafa íslensk stjórnvöld lagt ríka áherslu á að tala fyrir breytingum, enda sé álitaefni nú ekki eingöngu fræðilegt heldur varði raunverulega íslenska hagsmuni. Við hjá Samtökum atvinnulífsins bundum vonir okkar við að raunir okkar Íslendinga leiðist til þess að samstaða náist á alþjóðlegum vettvangi aukna vernd þeirra hagsmuna sem ræðir. Aukin áhersla fjölmargra ríkra heims á markaðssetningu sem stuðlar að jákvæðum hugrenningartengslum við landaheiti sitt hlýtur jafnframt að stuðla að aukinni samstæðu mikilvægi þess. Málflutningur íslenskra aðila
og hraðari breytingar á tímum hnattvæðingar mættu einnig leiða til þess að svo aðferðafræði sem lögð hefur verið til grundvallar skráningar yfirvöldum væri endurskoðuð og dregið yrði úr möguleikum að aðilar geti án raunverulega tengingar nýtt sér landaheiti með hætti sem skerðir hagsmuni þegna landsins. Breytingar á þessu sviði gætu hins vegar gert hægar en við myndum vilja og því mikilvægt að stjórnvöld í samstarfi við atvinnulíf haldi áfram að því að vinna því og verja að íslenskir aðilar geti kynnt sig og tengt sig við uppruna sinn. Leið og unnið að því að auka verðmæti ímyndar lands og þjóðar til hagsbótar fyrir okkur öll og helst ekki fyrir alla hina. Takk. Ráðherra og góðu gestir, komið þið sæl. Ég heiti Daði og starfa hjá Íslandsstofu. Og við erum einmitt hérna til þess að ræða vörumerkið Ísland. Því langar mig aðeins til þess að fara yfir niðurstöður á könnun sem við gerðum á 6 erlendum markaðssvæðum þar sem við erum einmitt að athuga þessi hugrenningatengsl við landið hjá okkar markhópi. Aðeins rannsóknina. Maskína sáum framkvæmd á rannsókninni. Við fórum á 6 markaði sem voru Bandaríkin, Þýskaland, Kanada, Frakkland, Bretland og Danmörk. Úrtakið voru 1000 svarendur frá hverju landi og þeir sem svöruðu höfðu þá ferðast að minnsta kosti einu sinni á ári og eru á aldrinum 25 til 65 ára. Þannig að úrtakið nær svona okkar markhópi, þannig að við erum að sækja svona í þeirra skoðun gagnvart vörumerkinu Íslandi. Nú hvað erum við að mæla? Við erum að mæla viðhorf og vitund vörur og þjónustu, viðhorf og vitund áfangastað, hver eru einmitt þessi hugrenningatengsl við land og þjóð og líka áfangastæðin. En síðan líka svo mikilvægt að við séum að gera samanburð. Það náttúrulega það sem hjálpar okkur að skilja, eru við að standa okkur vel eða ekki. Gefur tölunum einhvers konar gildi fyrir okkur og hjálpar okkur að setja einhvers konar markmið á stað. En í þessu líka þá getum við dregið fram okkar markhópa hjá Íslandsstofu. Við getum séð ákveðna kauphegðun og atferli og erum að reyna að mæla svona trend sem ég leyfi mér að sletta þetta. En kíkjum kannski á fyrst á viðhorfið. Viðhorf gagnvart vörumerkjum og þjónustu frá Íslandi. Eru þau jákvæð eða neikvæð þegar við spurðum þau? Og ég dreg saman öll markaðssvæðin í einn hóp hér. En í skýrslunni hægt að sjá niðurbrotið eftir markaðssvæðin. Byrjum á Íslandi. 65% svarenda eru jákvæðir gagnvart íslenskum vörumerkjum og þjónustu. Það gríðarlega hátt hlutfall og ég get sagt það í sögulegu samhengi að það hefur verið að aukast sífellt frá því við hófum mælingar. Og aðeins 3,7% eru taka neikvæða afstöðu gagnvart því. En þetta hátt hlutfall? Við settum ákveðin svona lönd sem svona samanburðarlönd og völdum þau sem eru að standa sig hvað best og eru kannski líka samanburðarhæf við Ísland. Ef við tökum Nýja-Sjáland, Noregur og Finnland, þá sjáum við að við erum alveg með samkeppnisfær, allavega gagnvart þessum löndum. Við getum kannski ekki sagt að þessi samkeppnisforskot. En hins vegar þetta gríðarlega hátt hlutfall sem við getum verið ánægð með. Ef við lítum á áfangastæðin, hvernig viðhorfið þar? Þar sjáum við að jafnvel hærra hlutfall gagnvart jákvæðni. En enn og aftur ef við spyrjum okkur hvernig það samanborið við sömu lönd og áðan, þá sjáum við að Nýja-Sjáland að fá hærra hlutfall en hins vegar Finnland talsvert á eftir okkur þar. En þetta sýnir líka bara hvað þetta mikil samkeppni og maður þarf stöðugt að vera að minna á okkur og markaðssetja og auka vitund og viðhorf. Hvað það sem það tengir fyrst við? Þannig að þau fá spurninguna, hvað það fyrsta sem þið dettur í hug þegar þú hugsar landið Ísland? Hvað það sem fólk að nefna? Nú, ef við hugsum landið, þá það nú oftast náttúran sem kemur upp þar, svo kemur að þessi kalt
og jarðvarmi þar í 3. sæti og þá einkum til hvera og hita í jörðu. Eldfjöll og hraun, jöklar, svo koma norðurljós, menning og saga, dýralíf, matur og drykkur og svo annað 5%. Þetta hins vegar ekki alltaf eins með við hvaða land þú ert að spyrja. Danir til dæmis nefna jarðvarma í 1. sæti. Norður-Ameríkubúar nefna kulda. Miðsuður Evrópa nefnir náttúruna og Bretar nefna mjög hátt hlutfall af norðurljósum. Þannig að þetta athyglisvert að sjá að það ekki alveg sömu svona hugrenningatengslin milli markaðsvæða. Vörur og vörumerki. Hvað það sem þeim dettur í hug? Ég vil nefna það að þegar það var spurt bara landið að þá voru 80% sem nefndu eitthvað. Það gríðarlega hátt hlutfall af einhverjum sem segir í staðinn fyrir að segja nei, ég tengi ekkert við að það nefnir eitthvað. Hins vegar þegar það er spurt vörur og vörumerki að þá eru 76% sem geta ekki nefnt eitthvað. Og það þá líka eitthvað sem við eigum þá inni. Og við vitum að það jákvætt gagnvart vörumerkin í Íslandi, en kannski þurfum við að auka þess að vitundum hvað á bakvið og hvaða vörur á bakvið það vörumerki. Vörumerkin sem þau nefna helst eru þá fiskur, skyr, ull, matur, áfengi, björk, bara sér vörumerki sem nefnt, flugfélög, klæðnaður og svo dýr og þá aðalega hesturinn sem nefndur í því samhengi. En hins vegar og við fórum yfir svörin, það rosalega dreifð svörun á þessum flokki. Í sambandi við hugrenningatengslin að þá erum við að mæla líka ákveðna ímyndaþætti. Og þeir eru 16 talsins gagnvart land og þjóð sem þið sjáið hérna og eru af ýmsum toga. En ef við tökum bara saman þá flokka sem við erum að fá mestu tengingu við, þannig að 80% af úrtakinu að tengja þennan ímyndaþátt við landið. Hvað stendur þá eftir í því samhengi? Gagnvart land og þjóð, þá að Ísland óspillt, fallegt, sjálfbært og öruggt land með áhugaverða sögu og menningu. Þetta eru gríðarlega jákvæðir kostir að hafa þegar við lítum til vörumerkis. En aftur spyr ég mig, erum við með samkeppnisforskot? Og þar erum við með þessi samanburðarlönd og þetta eru samanburðarlönd sem Róbert mun tala líka á eftir, eru fá hæstu einkunn á öllum þessum indexum í heiminum í dag. Við erum að bera okkur saman við þau bestu í heiminum. Við erum þá með Ísland, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Kanada og Nýja-Sjáland. Hvar stendur Ísland? Við munum setja fram mælaborð þar sem öll gögnin eru aðgengileg, þannig ég ætla að taka kannski bara eitt dæmi núna. Ef við lítum núna á Ísland, sjá allir þessa mynd. Við skulum muna að úrtækið eru þeir sem eru að ferðast oft á ári og hafa því kannski hærri tekjur og hærri menntun og slíkt, þannig að það kannski við að búast að það eru fleiri sem að tengja, allan að við vonum það er okkar markhópur. En við sjáum hérna stigagjöfunum fyrir Ísland, þannig að við sjáum hlutfallið af þeim sem svöruðu sem voru tengja eftirfarandi ímyndaþátt við Ísland. Og þessi mynd þannig að því nær jaðrinum sem þú ert, þeim betra það. Því nær miðjunum sem þú ert, þeim færri eru tengja við ímyndaþáttinn. Og við sjáum hér að Ísland að fá mjög fína einkunn á ýmsum þáttum. Og svo aðrir þættir sem kannski vegum eitthvað inni. Svo verðum við líka að athuga það að sumir þættir eru kannski á góðum stað þótt þeir séu ekki á sama stað hinir. Ég ætla að taka sem dæmi Svíþjóð út í að þeir komu hvað best út úr þessari einkunnagjöf sem við sáum frá þessum mælingum. Og ég líka bara nefna að þetta ein mæling sem við setjum upp og það auðvitað til ýmsir mælikvarðar sem hægt að líta til líka. Hérna sjáum við að heilbrigður lífstíll, náttúrulegt og óspillt og fallegt umhverfi og náttúra eitthvað sem við erum alveg í samkeppnisfæri við Svíþjóð, ásamt að við stöndum framar gagnvart öryggi. En við erum einnig á sama stað gagnvart áhugaverð saga og menning. Hins vegar sjáum við þætti eins og tónlist, hönnun og tíska, nýsköpun og tækni og aðrir þættir eitthvað sem við eigum kannski inni. Og það einmitt svo gott að setja svona fram og hugsa á því að það aldrei raunhæft að allir flokkarnir séu 100%. Það kannski ekki alveg raunhæft. En við getum kannski sett okkur eitthvað svona markmið, viljum við vera þarna sem Svíþjóð eða viljum við fara framar? Það kannski þátturinn
sem hægt að nota gögnin í. Nú, við erum líka að mæla ímyndaþætti bara gagnvart áfangastaðnum og það eru þá þessi þættir sem eru hér. Öryggi áfangastaðarins, er þetta dýr áfangastaður, er hann aðgengilegur og svo framvegis. Ef við lítum á styrkleika hér, þessi hugrenningatengsl, hvað stendur eftir hér? Nú, gagnvart áfangastaðnum, Ísland er öruggur áfangastaður með óspillta og einstaka náttúru sem býður upp á víðátt og kyrrð, gestrisið heimafólk, sögulega minjar á staði og fjölbreytta afþreyingu fyrir alla fjölskylduna allt árið kring. Þetta er gríðarlega sterk setning. Það er ýmislegt þarna sem hægt að nota sér gagnvart vörumerki. En aftur eru við með samkeppnisforskot. Hér sjáum við þá Ísland sem áfangastað og það er eitt áhugavert líka. Við tölum fjölda ferðamanna og hver staðan er hér og hvernig það er í alþjóðlegu samhengi í orðræðinni. En þegar við bárum okkur saman við öll Norðurlöndin og Nýja-Sjáland og Kanada, þá sáum við að Ísland var á nákvæmlega sama stað og jafnvel vorum við að koma best út í þessum hugrenningatengslu hvort það veru of margir ferðamenn hér. Þannig að það var mjög áhugavert að sjá það. Tökum sem dæmi núna Nýja-Sjáland. Nýja-Sjáland þykir afburðar áfangastaðir, oft verið borið saman við Ísland og öfugt. Hvernig stöndum við þar? Hver er munurinn? Sjáu þið hérna grænu línuna, kannski erfitt að sjá hana. Þetta er mjög sambarilegt og sem sýnir líka bara hvað þetta er hörð samkeppni í gangi. Þeir þættir sem þykja að vera ólíkir er að fólk tengi meiri hita við Nýja-Sjáland, eðlilega, og Ísland er aðgengilega. Og þetta eru þættir sem við getum kannski ekkert breytt. Þetta er bara hluti af ímyndinni sem verður alltaf. Við erum nær þessum mörkum, þess vegna er Ísland aðgengilega sem gefur okkur líka samkeppnisforskot. Og það er gott að það sé allan tengsl, því það er ekkert sjálfsagt að fólk átti sig á að Ísland það er ekki eins langt í burtu og hins vegar með veðurfar. En við sjáum hins vegar að það er mjög sambærileg einkunnagjöf þarna á milli. Ef við tökum Noreg, að þá aftur sjáum við mjög svipaða mynd, sem líka er áhugavert að sjá að ef ímyndaþátturinn þættindir er að mælast eins, þá er eitthvað sameiginlegt og við getum unnið líka saman með Norðurlöndunum í markaðssetningu gagnvart þessu Norðurlanda þema. Ég ætla að bara minna síðan aftur á að við verðum með mælaborð sem verður aðgengilegt á vef Íslandsstofu í næstu viku, þar sem öll þessi gögn eru aðgengileg. Þar getið þið séð fyrir öll 6 markaðssvæðin, einnig markhópan okkar 3 og hægt að finna sem sagt þau gögn sem eru listuð upp þarna hægra megin við tölvuna. Sigsteinn kom aðeins inn á ræðinu svona áðan að ég geti svarað þessari spurningu út frá þessum gögnum að ég er þjóðveri 50 að labba inn á veitingahús og ég er með 2 matseðla þar sem er annars vegar talað spænskan fisk og hinn matseðlum er talað íslenskan fisk. Hvort er líklegra að muni hafa meiri áhrif á að hann vilji fiskinn? Niðurstöðnar eru þær, ef við lítum á spænska matseðlinn, 42,5% segja já, það myndi hafa áhrif á að ég vil panta þennan fisk. Hátt hlutfall, kannski fín niðurstaða fyrir Spán. Ef við spurum Ísland, 84% segja að þau vilji. Það eru helmingi meiri líkur að þessi aðili muni vilja fiskinn á matseðlinum. Þannig að kannski mín lokar eru þau. Ég myndi mæla með að veitingahús í Þýskalandi hafi þá íslenska fisk á matseðlinum.